Segð mér annað, þú horfir á mótmælin í gær, þú horfir á mótmælin á föstudag og mæti þau. Og þú mætir. En þú segir að við getum, og fólk geti beitt sér með öðrum hætti ásamt í reyndar að mótmæla og láta stjórnvöld vita af óánægju sinni og úrræðaleysi. Hvað viltu að bara neytendur geri almennt? Já, sko, ég er búin að hugsa þetta mál mjög mikið. Hvernig getum við sameinast? Mér hefur dottið í konur. Reyndar hefur mér alltaf litist best á hugmyndina mæður. En það er alveg deginum ljósara að ef við erum skilgreind á einhvern máta hérna þá erum við neytendur. Við erum meira sér neytendur og menningu. Við sko, ferum í leikhús og kaupum það, við erum hægt að skapa þetta. Þannig við erum að versla í matinn, við ræktum hann ekki lengur, við erum sko neytendur frá A til Ö. Og tilfinningin sem hefur þjakað mann, sem hefur þjakað mig og hefur þjakað mjög marga aðra, er nákvæmlega þessi óvissa og það að hafa ekkert með málin að gera sjálfur. En hvað getur fólki gert annað en að láta stjórnvöld vita að þau vilji breytingar? Sko, ég er búin að hugleiða þetta og við erum búin að bíða og stjórnvöld eru búin að senda tilmæli til bankana. Fjármálaeftirlitið sendir tilmæli til bankana. Nú er mál fyrir dómstólum þar sem kemur í ljós að Íslandsbanki er ekki að fara eftir tilmælum. Það eru miklu fleiri bankar sem eru ekki að gera það. Þannig að ríkisstjórnin virðist ekkert geta hjálpað okkur í þessum málum. En ég hugsaði, býtu, en hvað með okkur sjálf? Býtu, ef við hugsaum málin, þá erum við ekki svona aðþrengd vegna þess að við erum valdamesta fólki í landinu. Útskýrðu það betur. Við erum valdamesta fólki í landinu og við ráðum því nákvæmlega hvernig það fer. Íslendingar voru í vistabandi þar til fyrir tæpum 200 árum síðan sem var bara sko þrælahald. Ég veit ekki hvort þetta er eitthvað gamalt í okkur, við erum heiðvirð. En sko þetta lojalitet við bankana, af hverju erum við svona lojal við bankan? Þó að láni mitt sé í þessum banka, þá er enginn sem skylda mig til þess að leggja launin mínu þar inn mánaðarlega. En ertu þá hvetja fólk til þess að hætta með einhverjum hætti viðskiptum við bankana eða leggja ekki launin sín inn? Einhverjum myndi segja að þetta væri bara hvatning til áhlaups á bankana og það muni hafa skelfilegar afleiðingar. Ég bara heyri það strax að stjórnmálamenn myndi segja nei, guðspænum ekki hvetja til nokkuð svona. Já, sko, þá erum við að, hlutirnir, eru ekki, við erum að horfa hlutina annarkvort eða. Við búum í markaðssamfélagi og Guð mig góður hvað við erum búin að heyra mikið um markað. Ef við búum í markaðssamfélagi, þá er það að vera óánægð með þjónustuna í bankanum sem að mismunar fólki gróflega, þar sem að peningarnir eru farnir að vella út úr á þess að þeir geri nokkuð til að hjálpa. Það þýðir það að ég er óánægð með þessa þjónustu og í venjulegu markaðssamfélagi þá fer ég eitthvað annað ef ég er óánægð. En nú er fólk stór skuldugt, bank er einhvern veginn í svona, hvað við segja, undir tangarhaldi bankana. Nákvæmlega. Og þá segi ég, en hvernig getur í rauninni farið þá í einhvers konar neytendabyltingu gagnvart bönkunum sem að í rauninni eiga þig? Sko, þeir eiga mig, þeir eiga veðin mín, en þeir eiga ekki launin mín. Þeir bara eiga ekki launin mín. Það sem þú ert að segja, hættið að leggja launin í bankana? Já. En þú ert ekki að hvetja fólk, eða ert að hvetja fólk til að hætta að greiða lánum sínum? Nei, það er, það á enginn að gera það held ég. Ekki nema sá sem að, hefur verðlegt vit á þeim málum. Ég get ekki ráðlagt fólki að hætta að borga af lánunum sínum. En hvað á fólk að gera við þennan pening? Á það að setja það bara undir koddann? Borga af lánunum eða hvað sem það gerir. Bara það sem það gerir í dag. Bara ekki að tryggja þeim bönkum sem koma svona fram við viðskiptavini sína. Ég meina banki, hann verður aldrei til. Venjulegu banki getur ekki orðið til nema það séu stöðugar innlagnir. Við getum borgað skuldirnar okkar þarna, en ég heyri allstaðar og ég er ekkert einum þetta, ég er ekki talsmaður þessa, heldur þetta niðurstaða sem að fólk er að koma stað og það er eðlilegasti hlutur í heimi. Segjum að ég hafi farið út í sömu búð í mörg ár og indæll kaupmaður, hann hefur séð mig fyrir mjólk í öll þessi ár, en ég er búin að kaupa súra mjólk núna í 2 ár og það er
það sko fersk og fín mjólk í næstu búð. Ekki eðlilegast í farið þangað. Þannig virkar frjáls samkeppni. Og það skal aldrei, og þjóðin má aldrei sitja uppi með það, að hún hafi gjörbylt ykkur og fellt ykkur á banka. Þegar þú lendir í veikindum, Já. þá kemur einmitt þessi erfiða staði hjá þér. Þú ert ekki með laun, þú ert á atvinnuleysisbótum tímabundið. Já. Þú tekur það ákvörðun að fara til mæðrastyrksnefndar sem að hlýtur Já, ég átti ekkert val. Þú áttir ekkert val. Nei. En þetta er stórt skref og það eru margir sem upplifa þetta sem í rauninni erfiðustu spór sem þeir þurfa að stíga. Já. Var það ekki þín tilfelli það sama? Sko, nei. Það var í raun og veru, auðvitað var það einhverju leyti. En hins vegar þá hugsaði ég alltaf, hér sit ég í þessum aðstæðum, ég hef greitt skatta í 33 ár, oftast verið opinber starfsmaður. Ein með börnin mín og er mjög ánað, ég hef bara lagt höfuð áherslu á að koma börnunum mín til manns og mér finnst það hafa gengið vel. En þannig að ég upplifði aldrei að ég bæri einhverja sök, hins vegar var ég afskaplega reið. Ég var svo reiði við því að vera sett í þessa stöðu ásamt svo mörgum öðrum. Margar vinkonur mínar í þessari stöðu, margar vinkonur mínar. Og ég var á bíl, þannig og þær höfðu farið og voru að fara í strætó og svona og ég segi stelpur, hérna, förum saman. Og ég hugsaði með mér áður ég fór, ég skal aldrei láta berja mig niður á það stig að ég standi niður beygði í þessari röð og ég málaði mig sérstaklega mikið, fór í fín föt og bar mig vel. En þarna ferðu og þú leitar eftir félagslegum stuðningi vinkvenna þína til þess að fara með hópi. Nákvæmlega, og ég ráðlegg. En það eru margir sem eru bara hreinlega einir og það er væntanlega miklu erfiðara fyrir þá að standa í biðröð eftir mat. Nákvæmlega og sko, en málið er að til dæmis í þessari biðröð sem ég er búin að standa nokkrum sinnum í, það er afskaplega vænt fólk og ég veit ekki hvort að, sko, það er dapurt, það er rosalega dapurt. Þetta er bara ofboðslega sorglegt, í raun og veru. Já, mjög sorglegt. Mér langar að nefna annað við vegna þess að þú ert búin að vera með ferðaþjónustu fyrir fatlaða í 20 ár. Já. Og þú hlýtur að finna hjá þessum hópi eitthvað óöryggi vegna aðstæðna. Já. Og jafnvel fjölskyldu þeirra. Hvernig bitnar þetta helst á þeim? Sko, við skulum muna það að þessir einstaklingar, þó þeir kannski gætu borið hönd fyrir höfuð sér að þá eru þau yfirleitt þannig stödd að þau bíða alltaf eftir að við höfum frumkvæði að einhverju. Ég þekki einstaklinga systkini sem að ólust upp hér í Reykjavík hjá foreldrum sínum, þau eru fötluð bæði, þau eru ofsalega dugleg, unnu úti og byggu heima hjá foreldrunum og síðan deyr móðir þeirra. Þau halda áfram að búa hjá föður sínum og halda áfram í sinni gegnu og góðu vinnu og borga sína skatta. Þau eru orðin fullorðin, eru svipum aldrei og ég og pabbi þeirra dáinn. Þau taka ákvörðun að flytja að Sólheimum í Grímsnesi sem er yndislegu staður og þau eru mjög sæl og glöð þar. En þau, eins og svo margir aðri fatlaðir einstaklingar, fóru þangað með nesti. Og nestið er sko arfurinn frá mömmu og pappa. Og líf með fötluðum einstaklingi, það er svo eðlilegt. Það er svo eðlilegt að foreldri manneski sem er fötluð gerir allt til að verja viðkomandi. Og þetta var þeirra arfur, þetta var þeirra lífeyrissjóður. Og hann er lagður í bankana. Og það á að ávaksta allt bara í botn. Auðvitað sér starfsfólk og aðstandendur en það er alveg sama. Þau eru bara í sömu stöðu og aðrir að þessi lögðu inn til að spara, að þessu var bara spreðað hingað og þangað í ykkur sjóði og nú er allt tapað. Og þau töpuðu öllum sínum peningum og þetta á auðvitað eftir að koma niður á þjónustunni líka en varðandi bankana að þá er þetta svona og mig hefur oft langað, ég ætla bara að segja það. Mér hefur oft langað til að fara niður á Alþingi með þessum vinum mínum og hitta þessa bankastjóra og spyrja sko hvað þeim gangi til og hvernig þeir geti þetta.
En gerir fólk sér grein fyrir því nú, hérna, veit ég þú varst á mótmælunum í gær og það er verið að skilgreina fólkið sem kemur á mótmælin. Já. Þetta er fjölskyldubilding eða það sáðust einhverjir nýnasta fánar og svo einhverjir ofbeldiseggir og annað og það er alltaf verið að reyna að leita í hvers konar einstaklingar mæta þarna. Já. Þú sagði mér reyndar áðan að þetta hefði verið svona dálítið hafið yfir pólitík. Já. Þú sagði mér líka frá konum sem þú hefur hitt Já. sem að er í bara raunverulegri neyð. Segðu mér aðeins frá því. Hvers konar manneskjur hittur þarna í gær? Sko, ég hitti alveg ótrúlega margt fólk, og það komi til mín svona dísent, fallegar, góðar konur og þakkaði mig fyrir að hafa farið þarna inn í bankann. Ég upplifði reyndar í viðtölum mínum við fólk að það væru sko, já, bankarnir, þeir eru mjög slæmir. En svo hitti ég eina vinkonu mína sem ég ekki hitt lengi, það er hámenntuð kona og hún er einstæð móðir eins og ég og fleiri vinkonur mínar sem er ekki óalgengt eða bara sjálfstæð móðir. Hún á 8 ára dóttur og það er, sem sagt, hún hafði veikst svo þessi dótturinnar, hún fekk veirusýkingu og hefur bara verið mjög veik síðan. Nú, þessi vinkona mín, hún missi vinnuna. Hún er í 5 mánuði á spítala með barnið og reynir náttúrulega að sinna því eins vel. Hún er að reyna að ná sér í vinnu hingað og þangað. Æðruleysið slíkt, sko, að það er með ólíkindum. Semst, vinnan hennar er farin, íbúðin er farin, engin stuðningu við barnið og hún er á leiðin út. Ekki, sko, bara enginn, það skal enginn segja mér það að það setja að kalla svona konu, svona móður, eins og sko annarkvort erum við mæður eða við eigum mæður. Sko, kalli hann ekki skríl, bara kalli hann ekki skríl. En mótmælin í gær, það verið að deila tölurnar en niðurstaðan er líklega 8.000 Íslendingar koma, standa fyrir utan Alþingi og þetta er svona ákall til stjórnmálamanna, 63 þingmanna og ráðherra. Segðu mér bara eitt, hvað viltu að þetta fólk geri? Segðu mér bara í fáum orðum hvað vilt að þeir geri og það helst í dag. Fyrsta lagi að fara að vinna saman. Sko algjört grundvallarskilyrði og ég ætla bara að segja við þá núna sko að þeir megi taka okkur til fyrirmyndar við sem vorum á Austurvelli í gær vegna þess að það var alls konar fólk með alls konar stjórnmálaskoðanir en sko stjórnmálaskoðanir sko virtust vera sko bara nánast lúxus vandamál vegna þess að við vorum öll í sömu stöðinni sem vorum þarna í gær. Það er að segja við höfum áhyggjur af framtíðinni, við höfum áhyggjur af framtíðinni fyrir börnin okkar, sum okkar eiga ekki fyrir mat lengur, sum af okkur eiga börn sem ekki eiga fyrir mat lengur, þannig vorum öll í þessari sömu stöðu og það hvort þú kýst þennan eða hinn flokkinn, það bara var ekki til umræðu. Þetta er sko bara algjört prinsipp. Það þarf að fara sko, sko Alþingi Íslendinga, stjórnmálamenn, þeir fara í framboð, þeir fá styrki frá ríki og þeir fá styrki frá einstaklingum. Og það hefur verið lenska og það hefur viðgengist og það er leyfilegt hjá Alþingi að þegar þeir fá styrki, að þá setja það, þá búa til nýja kennitölu og fyrirtækið heitir kannski Jónína Jónsdóttir framboð. Þessi félög eru skilgreind sem velferðarsamtök eða góðgerðarsamtök. Þessi félög þingmannana og borga þar alveg ekki skatta. Sko, hvað viltu sjá þau gera? Ég vil sjá þau vinna saman, ég vil sjá þau horfa í eigin barm, en fyrst og síðast, talið við okkur, ekki í gegnum aðra, talið við okkur, hlaupið ekki undan okkur. Við erum ekki óvinirnir. Alma, Jenny Guðmundsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að fá að vera hérna. Takk. Ég geti sendt post á navi@ruv.is. Við þakkum fyrir í kvöld. Verið sæl.